Mér hlotnaðist sá skemmtilegi heiður að fá að halda heiðursfyrirlestur á ameríska lifrarþinginu sem einu sinni á ári, sem stærsta lifrarþingið í heiminum. Það aðeins stærra heldur en evrópska þingið og þar við beðin að halda fyrirlestur mitt rannsóknarefni sem lifrarskaða af völdum lyfja og það alltaf fyrir allt þingið þá sem sagt state of the art eitthvað efni hvað varðar lifrarskaða af völdum lyfja og mér ekki hlotið svona mikil heiður áður að fá að halda fyrir svona stóra ráðstöfnu svona fyrirlestur fyrir alla ráðstöfnuna, þannig að ég var auðvitað mjög glaður og stoltur yfir því. Fyrirlesturinn var fjallaði lifrarskaða af völdum ónæmisbærandi lyfja og nýrra ónæmisbærandi krabbameinslyfja. Það að segja annars vegar lyf sem við höfum stúderað svolítið á Íslandi sem heitir Infliximab sem mjög mikið notað hjá sjúklingum með ýmsa ónæmistengda sjúkdóma, svo sem eins og iktsýki og psoriasis, gigt, bólgusjúkdóma í meltingarvegi og síðan þessi nýju krabbameinslyf sem hafa verið alveg byltingarkennd sem kallast checkpoint inhibitors það sem ónæmiskerfið eyðir krabbameinsfrumum en verðið sem við þurfum að borga fyrir þessi áhrif þessara góðu lyfja eru aukaverkanir og þar á meðal geta þau valdið lifrarskaða í sumum tilfellum. Og fyrirlesturinn fjallaði þetta, það sem ég sagði frá okkar rannsóknum hérna á Íslandi og við höfum birt töluvert lifrarskaða af völdum Infliximab og var svo að tala þessi nýju krabbameinslyf sem raun og veru geta haldið mönnum á lífi árum saman með mjög útbreitt krabbamein. En sem betur fyrir oftast þetta skipta yfir í önnur lyf þegar þetta gerist. En þetta sem sagt orðið það mikið notuð lyf til dæmis eins og í Bandaríkjunum að aukaverkanirnar þar líka að tækla og það ákveðin meðferð sem við þessum aukaverkunum og ég var svona að fara í þá meðferð líka. Við gerðum upphaflega rannsókn á Íslandi framsýna rannsókn á sjúklingum sem eru með lifrarskaða af völdum lyfja á 2 ára tímabili og þetta eru sem sagt lyf sem flestir þola en aðrir fá hækkanir á lifrarprófum að verða gulir, þola ekki lyfið sem sagt til dæmis eins og eitt algengasta lyfið sýklalyfið Augmentin. En það kom í ljós að eitt af lyfjunum sem var með þeim algengustu var Infliximab og það gerði að verkum við fórum að stúdera þetta frekar og höfum nú náð að safna milli 30 og 40 svona tilfellum í það sem við höfum íslenska sjúklinga og þetta vakið töluverða athygli vegna þess að rannsóknir annars staðar hafa kannski náð að safna saman 6 til 10 sjúklingum. Þannig við höfum töluverða reynslu af þessu og það hefur komið í ljós að margir af þessum sjúklingum til þess að þeir lagast ekki, lifrarprófin lagast ekki þó þeir hætta á lyfinu. Þannig að margir af þessum sjúklingum þurfa sterameðferð tímabundið til þess að þetta gangi tilbaka. Og það sem hins vegar hefur skipt höfuðmáli að flestir þessara sjúklinga sem hafa reynt allir í okkar materi, allir sem hafa reynt eitthvað annað lyf í sama flokki hafa þolað það og hafa þá geta haldið áfram meðferðinni við sínum sjúkdómi. Það eru líftæknilyf, einstofna mótefni sem geta þá leitt til þess að ónæmiskerfið getur barist við krabbameinsfrumur og haldið krabbamein í skefjum sem raun og veru alveg ótrúlegt. Það töluvert algengt að þessi checkpoint inhibitors sem eru þessi góðu krabbameinslyf þau valdi einhvers konar aukaverkunum hjá töluverðum fjölda sjúklinga sem þarf þá að tækla eins og til dæmis það geta verið húðbreytingar, það geta verið breytingar í lungum og í lifur.
það eru nokkur hundruð manns sem á þessum líftæknilyfjum við gigtarsjúkdóm. Það sem þetta að halda þessum sjúkdóm algjörlega í skefjum og eins við aðra bólgusjúkdóma. En við komist að því að einn af hverjum 120 til 140 sem fær lyfið fær þessa tegunda lifrarskaða. Þannig það er raun og veru mjög mikilvægt að sé fylgst vel með þessum sjúklingum sem eru þá í eftirliti og til dæmis fá þetta infliximab í æð. Og við hér á Íslandi erum í raun og veru í einstakri stöðu að tillitinu til að við höfum mjög góð gagnasöfn yfir þessa sjúklinga og getum haldið til haga öllum þeim sjúklingum sem fá einhverja svona aukaverkun. Meðan á öðrum stöðum þetta er vítt og breitt og mismunandi sérfræðingar og mismunandi sem hafa mismunandi þekkingu og tilfinningu fyrir svona aukaverkunum, til dæmis eins og á lifur. En við höfum getað haldið þessu og safnað þessum tilfellum saman og haldið þeim til haga og við erum núna í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu að skoða ýmissa HLA flokka. Þetta eru ákveðnir mótefnavakar sem gegna mikilvægu hlutverki í ónæmiskerfinu til þess að hjálpa ónæmiskerfinu að þekkja ákveðnar bakteríur og það sem kemur utanfrá en niðurbrotsefni af lyfjunum geta triggerað og komið ónæmiskerfinu í gang og það getur valdið vandræðum sem þarf að eiga við. Mér finnst þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt að fá tækifæri til eins og á Landspítalanum að stunda rannsóknarstörf og ég lít á mig fyrst og fremst sem forvitin lækni frekar heldur en grunnvísindamann og það eru óendanleg hluti sem þarf að rannsaka og skýra betur í klínískri læknisfræði og við höfum tækifæri til þess að hvetja ungt fólk til þess að stunda þessar rannsóknir og ég held að ég sé að þetta vitna í Nóbelsverðlaunahafa sem kom fram á þessu þingi sem fékk Nóbelsverðlaun fyrir að finna lifrarbólgu C, þar sem hann spurður ráð til ungs fólk sem að byrja í rannsóknum og læknisfræði og þá sagði hann að there is no elevator to success, you have to take the stairs. Sem mætti þá útleggja sem að þú getur ekki tekið lyftuna til þess að ná árangri, þú verður að fara allar tröppurnar til þess að komast upp á toppinn.